Góðan daginn skákmeistarar. Ég hef verið að vinna hörðum höndum að nýrri bók sem fjallar sigurvegard frá sjónarhóli hvíts. Svona repertoár eða já, svona þannig að menn hafi allt á hreinu hvernig hægt að tefla með hvítu gegn nánast öllum afbrigðum í sigurvegard. Og þegar maður vinnur að svona bók þá tekur skákin smá yfir hugamanns, maður jafnvel fann að dreyma hugmyndir sem gæti þótt undarlegt, en ég ætla að fara hérna yfir svona nokkrar hugmyndir sem ég hef fengið, en ég ætla ekki að gefa hvort það birtist í bókinni samt. Og við skulum byrja. Nú, það hérna næturafbrigði með A6, biskop E3 og riddari G4. Ég myndi að segja að riddari G4 standi bara nokkuð vel á svartan í mainline, sko, ef hann leikur H6 og biskop G7, H3. Þetta er svona aðalínan, þá fær hérna hvítu biskoparið eins og sjáum. Og riddari D5, E6, dreipið, riddari 1-3. Svartur með smá veikleika á E6 og D6. Svartur á svona praktíska lausn, skák á A5, G3, riddari F3, skák. Það er ekki víst að allir hafi séð þessa teóríu áður, en þeir sem tefla nætur með hvítu og svörtu hafa nú líklega að sé þetta. Og þetta er svona leið sem er dálítið pirrandi fyrir hvítan að mínu mati. Treð með drottningu, gæti allt svona. Þannig að A4 skák góður leikur. Og hér sýnist mér bara svartur standa ágætlega til dæmis í þessu, sko. Og annars bara einhver þráleikur. En menn hafa verið að reyna hérna ýmislegt einn leik viðbótur með peði. Og dreipa á G3 samt. Og við sjáum að peðinu er dálítið losarlega á hvítum, en hann með 2 gallar hrók. Kóngur E2. Þá riddari D4, þá var ég bara mjög slæma fréttir fyrir hvítan. Nú, frá D2, dreipa á A1, riddari D1. Hvítu þarf að ná að klára að þróa lið sitt og helst að hrókera. Hér er skák sem telst á háu leveli hjá Dominguez og Firuza. Svartur leikur á D4, biskop D3, riddari E5. Hugmyndin með riddari E5 er að hvítur getur skáka á G6, en þá er svartur alltaf þetta trikk að hann dreipur F3 og dreipur svo D4. Og er með 3 peð og hrók og hvítur bara með 2 galla. Biskop dreipur E5, kóngur F1. Línur aðeins farnar að skýrast og ég sé bara ekkert aðlaðandi við hvítstöðuna hérna. Ég er ekki að segja sem er verra, en þetta vera svona kannski bara easy game, sko. Hér er þetta á D5 til dæmis. Sé ekkert að hvítur er meira en þráleik í þessu afbrigði, og önnur leið er H-dreipur G5. Svo getum við farið með hrókin hérna á F4 og hinn hrókurinn koma á F8 held ég. Svona í grófum dráttum. Og pressa hérna á F2. Og riddarinn á D1 er ekkert að koma svo auðvitað í spilið. Peðin á E6 og D6 valda hérna mikið væri reyti allt kring, þannig að ég fór nú aðeins að spá svona betur í þessu þessari hérna stöðu. Og svona aðalefni í þessu vídeo er hugmynd með að leika biskop C1 tilbaka í borð.
og við erum náttúrulega búin að leika biskup E3, biskup G5 og biskup C1. Í móti kemur svarturinn peð á H6 og riddari á G4 og peð á H6 getur verið svona krókur fyrir okkur eða öngull eins og það kallast stundum. Ef við náum að leika G4 og G5 þá þingum við hérna átakapunkt og G5 og ég ætla að taka fyrir hérna svona í grófum dráttum hérna ýmsu hugmyndir í þessu. Þannig að H6, biskup C1 Nú, ég ætla að fara aðalega hérna yfir riddari F6 en horfa tilbaka en svarti getur auðvitað að leika riddari C6 þá myndum við bara drepa á C6 og leika biskup C4 og E5 væntanlega. Svarti náttúrulega aðeins að passa sig að leika ekki riddari F6 hérna út af E5 drepa F7 vissi drottningu þannig að E5 fyrst þá geti hvítur verið ýmsar hugmyndir eins og drottning E2, B3, biskup B2 og hrókera langt. Það bara spurning í hvaða leikjaröð, drottning E2, biskup E7, B3 til dæmis, riddari F6, biskup B2, hrókering og löngrókun og að mínu mati þá held ég að þetta sé nú bara nokkuð fínt á hvít sko, kannski riddari A4, hvíti getur leikið hérna F3, H4, G4 með svona gott tangarhald á stöðunni og peðin hérna aðeins veik hjá svörtum. Þannig við skulum fara hérna yfir riddari F6. Ég ætla að mæla með biskup D3 sem þekkt hugmynd í nætur þegar peð á H7 og nú peð á H6. Þá má færa fyrir rök að það sé smá veiking í framhaldinu á ýmsum reytum í kringum kónginn þegar hrókera stutt. Nú E5, riddari E2 myndi ég gefa upprópunarmerki. Hugmyndin að fara með riddarann á G3, hrókera og já, síðan kemur betri ljós hvað meira. Biskup E6, hrókering, biskup 1A7, það virkar allt eðlilegir leikir. Riddari G3 það sem ég hrifnastur af en þetta kemur alveg til greina að leika F4 en það ekki víst að þetta sé eitthvað svo slæmt á svartan. Ég held að tölvurnar meti þetta eitthvað 0,25 á hvítan eða eitthvað. En riddari G3 hættulegur leikur held ég. Drottning E1 líka option. Með kannski F4 sem hugmynd. Riddari G3 og hrókering. Nú D5 væri slæmilegur, kemur riddari H5 og þetta hreinur allt. Já, ef hann drepur hérna þá getum við jafnvel skotið inn hérna millileik held ég. Og þetta verður ansi losaralegt hérna á G5 og E5. Og G6 var bara að fara með riddari D5. Það var stuttrókun. Og hérna kemur hugmyndin svolítið vel fram. Við leikum riddari D5 sem hættulegur leikur fyrir svartan. Það væri ekki svo hættulegur ef peðið var að H7. Það nefnilega mikill munur á stöðunni og við náðum að fá peðið á H6 og þá vorum að fá hagstæða útgáfu af biskup D3 línunni í nætur. Nú ef hann leikur riddari D7 þá leikum við bara G4 og erum með þægilega betri stöðu.
drepa á D5, drepur D5, biskup drepur D5 og nú sjáum við að biskuparnir hjá hvítum eru hansi sterkir. Drottningi getur komið, rittarinn getur farið á F5 og það eru ýmsir möguleikar hér. Við skulum byrja á drottning G4, hótum á H6. Nú biskup G5 fyrir. Ég held að biskup E6 sé engin leikur, ég held að bara rittar F5 og svartur er alltaf í vandræðum hérna. Biskup G5, F4. Það er svona þessi lykil hugmynd í þessu, F4. Drottning F5, búm. Hótum á G6, hótum á H7, G6, drepa á D5. Og við erum kallið yfir í stöðunni, drepa á G3, drepa á G6 og þetta er bara mjög slæm staða á svartan eins og við sjáum. Og drottning B6 skák er hugsanlega betra og G6 hér, þetta er svona þvinguð atburðarás. Drepa á hrókur F6, mikilvægt. Biskup drepur G6, þá er svartur drottning G6 og sleppur. Hrókur F6, hann á að pressa hérna og ég myndi ekki að hvítu var með eins betra. Það munur ekkert miklu að við séum bara að leika hrókur H1 og hóta H3 G3 mát. Það er aldrei fyndist það. Og biskupinn er alltaf sterkari en riddarinn í endatöflunum. Þetta er mjög athyglisverð lína, sko. Já, kóngur H8, kemur rittar F5. Gæti þetta eitthvað með svona. Hótum hérna á H6, drepa H6 með biskup. Þetta endatafl hér er til dæmis mjög þægilegt. Við erum líklega að fara að vinna B á B7. Biskupinn getur farið á E4, hrókurinn getur farið á E3, just name it. Það er hugsanlega einhverja aðra leiðir til að fá vænlega stöðu. Biskup á H6 er líka eitthvað, þetta freistaði mín dálítið. Og hérna F4. Biskup drepur með E-piðinu, þá drottning G4, H4. Og þessi stað er betra á hvítan. Drepur biskup, drepur hrók. Já, og við sjáum drottning G4 skák og það er bara mát framundan eða hérna. Þetta er skemmtileg lína. Rittar G2 og við höldum að skilja hugmyndina, rittar G3. Og eftir hókningu rittar D5 og þá held ég að svartur sé bara í vandræðum, sko. Eins og þetta er aldrei fyndið allt saman. Biskup G1. Nú svartur getur auðvitað reynt að tefla þetta öðruvísi. Nú svartur getur leikir biskup E7 eftir rittar E2. Það kemur samt rittar G3. Stuttrókun, rittar D7. Svartum langar mikið að fara hérna á C5 með rittarna. A4 bertur, stöðvar öll B5 plön. Við þrengjum að svörtum og rittar C5 og leikum bara biskup E2. Við höfum gott vald á D5 reitnum. Við getum fara að íhuga B4 í framtíðinni. Biskup E6. Það má til dæmis alveg tefla þetta svona. Og svartur er með verri stöðu einfallega. Það er líka þetta
Tablet Ultra svona position, leika biskup E3, prófskjáta biskup R3. Hugmyndin drótting D2 og þetta bara rosa þægileg staða á hvítan sko. Það er pressa á T6 veikleikan, rittarinn geti íhuga F5, eftir drótting D2, hótu auðvitað kannski að drepa H6 í einhverjum tilvikum. Og A5 auðvitað option. Þannig að þetta mjög þægilegt. Já, lokum með svartur leikur E6. Þá myndi ég nú halda hvíti getur nú bara tert þetta svona sirka báta einhvern veginn svona. Drótting E2, hrókering. Kóngur H1 og B5 A3, biskup B7, F4. Ég held þetta peð á H6 sé alltaf smá svona veikur hlekkur hjá svörstum sko. Biskupinn er á leið á E3. Svo er alltaf spurning hvort við getum farið að leika E5 líka. Stórhættulegt ef það opnast. Þannig að þetta er svona mjög þægileg staða á hvítan. Þannig að ég veit svo sem ekki alveg hvað besta lausnin hjá svörtum biskup hliðinum, en mig grunar að það sé svona einhver leikur sem margir vanmeta. Nú ef vanmetir reyna að leika eitthvað G6 þá held ég að þessi útgáfa sé nú bara góð fyrir hvítan. Pressum hérna á H6-B. Já, þetta var svona hugmyndabankinn og það var svona gaman að pæla í þessu, en ég ætla ekki að gefa út hvort þetta verði í bókinni góða, en þetta er svona eina af þeim hugmyndum sem hefur verið að malla í hausnum á mér. Takk fyrir.